En hvað, hérna, því að, sko, við getum þrátt alveg endalaust útreikningin, en við skulum hins vegar skoða þetta pínlítið út frá þeim mögulega afleiðingu sem að gæti orðið. Ef þetta er nú rétt hjá hagsmunasamtökunum, þá er búið að vera að lána hér fólki á, innan gæsalappa, fölskum forsendum, fólk er búið að vera að ofgreiða. Hvaða áhrif hefði það? Hvaða áhrif hefði það á lífeyrissjóðina, íbúðalánasjóð, ríkið, alla? Það hefði náttúrulega þau áhrif að lífeyriskerfið væri í rúst, íbúðalánasjóður væri þar með í rúst og jafnvel bankakerfið, og svarið við því eru náttúrulega gríðarlega háir skattar og það þá að afnema skyldu aðilda lífeyrissjóðu vegna þess að það vill engin ódrukkin maður leggja í lífeyrissjóð sem að fer ekki tilbaka vegna þess að þá er þetta bara skattlagning og þannig að með þeim rökum að þá myndi alltaf þessi sami almenningur borga brúsann? Almenningur, annar almenningur vegna þess að það er ekki þar með sagt að ekki bara lántakinn heldur allir skattar? Já, þannig að þetta er svona nýr sósíal sem verður til. Þú ert eins og kannski að leggja áherslu á það að þetta myndi þýða það að almenningur verður að borga öðruvísa lánum sínum, hann ætti jafnvel eitthvað peninga inni og í þeim dúrum, en hefur ekkert áhyggjur af þessu sem að Vilhjálmur er að nefna hér? Sko, við erum bara mögulega búin að reisa hér spilaborg sem verður að falla og við verðum kannski bara að ganga í gegnum annars hrun til þess að sé hægt að leiðrétta þetta með einhverjum hætti. Ef að það er búið að eiga sér stað, ég meina, sko, þessi skuldabréf... Það myndi væntanlega engin græða á því hruni? Nei, kannski til lengri tíma litið, jú, af því við viljum búa í, sko, heilbrigðara lánaumhverfi í framtíðinni. Og við viljum meina það sé hægt að lána með þeim hætti sem gert er erlendis og þekkist víða heim, að það er með lán til heimilana, til heimiliskaupa. Við skulum alveg horfast í augu við það er langsamlegasta, öruggasta fjárfesting fyrir fjárfesti og við skulum líka vera viss um það úr hvaða átt Vilhjálmur kemur. Hann er stór fjárfestir. Býtu nú, ég neita þessum algjörlega. Ég er nú ekki stór fjárfestir. En þú ert allavega fjárfestir og í forsvari fyrir fjárfestir. Já, við skulum ekki rífast um það. Mín stærsta fjárfesting er lífeyriseign mín. Já, við skulum ekki rífast um það. En sko, málið er að við lítum svo á að það sé hægt að búa hér við heilbrigt lánakerfi. Það sé hægt að lána á sambærilegum vöxtum og gengur og gerist erlendis. Við höfum fengið ábendingar frá félagsmönnum okkar það að skuldabréf og greiðsluseðlar í þessu lánaformi hafa verið sýnt bæði bankamönnum í Svíþjóð og London og þeir hrista hausinn, þeir eru mjög fljótir að sjá, þetta er okurlán. Þeir þurfum að gera eitthvað í þessu. Þetta er okurlána starfsemi, alveg hreint og klárt. Það er mjög oft þegar við erum að ræða verðtrygginguna, þá verður að tala um það, hún tíðkist ekki annars staðar, hún sé ósanngjörn. Það er bara rangt, sko, að verðtrygging tíðkist ekki annars staðar vegna þess að vextir eru byggður upp úr nokkrum þáttum, það er þegar raunvöxtum, verðbótaálagi, greiðslufallsálagi og lausafjárálagi Hún tíðkast bara ekki með þeim hætti sem að gerist hér. En hún tíðkast með þeim hætti að verðbæturnar eru staðgreiddar, þannig að í mikilli verðbólgu, ef þú vilt fá það, þá... Ég vil ekki fá mikla verðbólgu. Já, býtu nú við, eins og hér er, að þá tíðir það verulega greiðslubyrði í bláu augnablikinu hvort að greiða í rauninu auka afborgun og höfuðstól og þetta verður mjög þung greiðslubyrði. Nú skulum við taka fyrir kröfur hagsmunaaðila. Hún er kannski sveiflukenndari þekki. Nú skulum við taka þá aðeins fyrir ábyrgð lánveitandans og lántakans að henni þarf að dreifa. Það er okkar skoðun og bjargfasta skoðun og trú að það sé alveg hægt að deila þessari ábyrgð milli lántakans og lánveitandans. Með þeim hætti að lántakinn taki ekki á sig nema hluta af byrðinni og það er hægt að hræða fólk endalaust með því að tala um háa óðaverðbólgu og þannig verði afborganir hærri og það er alveg rétt að þær verða hærri í háum verðbólgustigi ef þá veita allri áhættunni á lántakann. En við viljum og okkar kröfur eru að þessari ábyrgð sé dreift og lántakinn taki ekki alla verðbólgu áhættuna á sig. Tapa lánveitendur einhvern tímann á því að lána þessi húsnæðislán? Er ekki alveg saman hvað gerist? Þeir eru með belt og axlabönd svo oft er sagt. Já, sko, þeir eru náttúrulega ekki með belt og axlabönd vegna þess að íbúðalánasjóður og bankarnir hafa verið að tapa og hvernig því tapir er velta áfram. En sko, sjáðu til að lánveitandinn, hann er aldrei spurður að því hvað lántækin er að kaupa og það er eitt sem er mjög alvarlegt í þessari umræðu að það eru tveir hluti sem er ekki nefndir. Það eru tvennt sem er mjög alvarlegt. Það eru hluti sem ekki eru nefndir.
að hér verður mikil eignabóla, raunverð fasteigna hækkar ég að tala tímabilið frá 1998 til 2007 þá hækka eignir 170% raunverði og mikið aðgengi og gott aðgengi að lánsfé veldur því að fólk að kaupa mun stærri eigna heldur en það ræður við. Þannig að í sumum tilfellum, ekki öllum. Í mjög mörgum tilfellum til miður. Þannig að það að kaupa fasteigna 170% áhuga verið, það lítur náttúrulega eftir að koma fram og kemur verðtryggingu ekkert við. Og þessi óskastaða hagsmunasamtaka heimilanna afnema verðtryggingu, sko, það vel hægt að óska þessi í Norður-Kóreu og Kúbu í lokuðum löndum og Ísland að verða því, en fjárfestar sem að geta ekki fengið og vænst þess að fá núvirðið tilbaka, þeir náttúrulega munu leita til útlanda með sitt og þá ég að tala lífeyrissjóðina. Því ég gamall og ég vil lifa með reisn í ellinni. Já, ég vil lifa þér að svara þessu örstu, tíminn hlaupin frá. Já, þú ert þá að meina það að sko lán sem að veittur erlendis séu ekki næg fjárfesting eða ávöxtun fyrir fjárfesta. Jú. Að þau eru veitt með þessum hætti erlendis eins og ég að gefa til kynna hér. Og það ábyrgðinni jafnvel drift með því að setja þak á, það eru til mörg lánaform erlendis, en það ábyrgðinni jafnvel drift vegna þess að þetta langtíma fjárfesting lánveitandans og það ber ekki að líta svo á að lántakin eigi að bera verðbólguna og öll verðbólguskot sem koma inn heldur verða hlutirnir að gerast í samvinnu. Lánveitandi og lántaki þurfa að dreifa áhættuna. Það okkar krafa og við vitum það að 80% þjóðarinnar það styðja afnám verðtryggingar og það búið að tala þessa hluti núna í áratugi og sko almenningur vill að þetta gerist. Og við erum að leiða vagnin fyrir þessum breytingum. Jóhann hefur talað fyrir forsætisráðherra, nú þurfum við að láta það gerast. Og við þurfum að skrifa undir. Starfandi nefnd sem að skoða verðtrygginguna á það, við skulum sjá bara hvað kemur út úr því, þetta ekki ný umræða og hún á eftir að fara fram hér aftur. Ég segi ykkur lokaorð eftir Þú mátt segja 2 setningar. Ég ætla að segja það að þetta mikil óskhyggja og þetta svona óraunsæ óskhyggja því miður að meðan það mikil verðbólga hér í landinu að þá búið einhvers konar verðtryggingar fyrirkomulag eins og þetta eða þá erlent við getum líka tekið upp aðra myndir. Við leggjum það til og við viljum koma okkur út úr þessu og við þurfum að skrifa undir núna öll 80% á heimilin.is undirskriftarsöfnum. Og hér setjum við punkt. Takk fyrir að koma.